Panta á netinu eða með appinu og fylgstu með frá pöntun til afhendingar. Dominos. Nú komið ný og glæsileg lína af sjónvörpum frá LG í hátækni. Hámark, hollur félagi. Já, komið í sæl og blessuð, annar þátturinn á Sport.is þar sem við kíkjum að heimavelli N1 deilda karlaliðana komin í loftið. Við erum stödd í Kópavogi, nánar tiltekið upp á Digranesheiði, þar sem við ætlum að kíkja inn í íþróttahús HK eða Digranesið. Þar býða okkar tveir vaskir piltar sem ætla að lóðsa okkur og ég held að okkur sé ekkert að vanbúnaði. Komið með okkur. Já, við erum komin inn í Digranesið í þetta skipti og hér tók á móti okkur tveir glæsilegir ungi piltar, Daníel Örn Einarsson og Bjarki Már Elísson. Hvað segir þér? Við erum bara hressir, kátir. Já, bara hressir eins og vanalega. Hingað til, dagur búinn að vera góður? Já, ég var bara í skólanum og fylgdi síðan með drættinum og bara mjög góð dagur. Ég er bara búinn að sofa, ég vaknaði og fór í sturtu og gerði mig sætan fyrir þig. Það er ekki að vera. Þetta félagsheimili svona mikil saga hérna í Digranesinu og þið ætlaði að lóðsa okkur hérna aðeins. Hvar erum við að byrja? Já, sko, þetta er náttúrulega sögufrægt heimili. Við ætlum að byrja hérna inn á kaffistofu og fá okkur eitt bolla og setjast aðeins niður og já, við ætlum að bara reyna að sýna ykkur hvernig þetta gengur fyrir sig inn í Digranesinu. Komið með okkur. Hérna fóra menn líka að geyma skóna, sko. Erum við ekki stólið? Þessi hún mætir ekki í skóna. Góðan, blessa. Hérna er líka alltaf heita könnunni og fólk flest hérna sem vinnur hérna, ekki? Jú. Það er heimilisleg stemming hérna. Já, það er mjög heimilislegt. Þetta er mjög heimilislegt hér. Hérna er ekki með einnota bolla? Jú, það er líka. Svo bara gengur maður hérna í skápa, sko. Það er ekki hvað sem á það, sko. Og ef það er ekki til einnota þá er bara nota bolla. Hvað er glasið hérna aftast? Það er fótboltaglas hérna aftarlega í efri hellinni? Já, lyftur. Já. Þetta er Þetta er búið að vera hérna í mörg ár, sko. Vil ekki fá okkur eitt kaffi, eða? Fáum kaffi. Já. Þannig að þú get kaffi, eða? Jú, ég ekki kaffi. Vilma, þú kaffi? Já, við erum hérna á kaffistofu, glæsilegu kaffistofun hérna í Digranesinu og ætlum að spyrja strákana nokkra léttar spurninga. Svona, fyrsta öllu strákar, þið eruð Íslandsmeistarar? Já, Danni var reyndar ekki kominn, þannig að hann er ekki Íslandsmeistari. En já, það sést eiginlega bara á Digranesinu að það er Íslandsmeistarabragur hérna. Það eru myndir á okkur hérna á veggjum og sést líka á áhorfendafjöldunum og leikjum og svona. Já. Sést að við erum að stiða, við erum Íslandsmeistarar. Daniel. En vinnamenn koma bara saman þegar úrslitakeppnin er, sko. Þétt viku þá. Já. Daniel, það liggur kannski beinast við að segja við þig að þú sést sennilega frægasti leikmaður úrslitarinn í dag. Ertu sammála því? Já, ég er náttúrulega frekar athyglisjúkur ungur drengur, þannig að ég ákvað að gerast Tommi í nokkur ár til að fá smá athygli og vera frægur. Það er ekki vera. Næsta dagskrá er bara LA og klára þetta dæmi. En liðir margar skemmtilega leikmenn innan rað ykkar og kannski búin að vera með síðustu ára og sérlega það lið sem búin að senda flesta í mennskuna. Já. Hver er mesti söknurinn sem er annarkvort hættur, fær í önnur lið eða bara, já, ekki lengur með ykkur í dag? Sko, það er náttúrulega erfitt fyrir Danna að segja, hann er náttúrulega bara nýkominn, sko. En þetta er 4. ára mitt hérna og hann er náttúrulega gríðarlegu söknur af son okkar hákáðinga, sín okkar hákáðinga, hann Óla Bjarka. Og svo er rauninni, sko, þegar að Danni bara gera á æfingum, þá er mjög gaman á honum. Og síðan er alltaf mikill söknur þegar hann fer á sjóinn, sko, mánaðarlega. Þannig ég myndi kannski segja hann, en ég er svona, hafa ekki margir farið út. Kannski, jú, náttúrulega rauða dýrið, allega var. Það er engin söknur á honum. Ef hann var fýtt, sko, en ég myndi segja svona Óli Bjarki kannski og Danni Berg þegar hann er ekki. Danni, nú ætla ég að flega þér spurningu, hver er skemmtilegastur í liðinu?
Bannaði að segja Bjarki. Banna að segja Bjarki. Það væri ekki með okkur í viðtali ef við varum ekki skemmtilegastir. Já, ég held að þú sést búinn að svara þeirri spurningu sjálfur. Við erum hérna 2 skemmtilegustu leikmenn liðsins. Hver er þriði? Hver er þriði? Sko við erum alltaf með mjög marga skemmtilega karakter. Við erum alltaf með Drebinski, hann hérna Villigöti. Við erum með Bjössa B5, sem þú veist, Gatti Trekantur. Við erum með svona, þú veist, marga skemmtilega og hann alltaf Danni Berger að mæti, sko. Þannig að... Gæti nú aðeins að útskýra þessi viðnefni? Ja, Gatti Trekantur sérstaklega kannski? Það er eiginlega bara inn í klefanum, sko. En hérna, menn geta bara svona getið sér til það, hverju það tengist. En það er trúnaðarmál. Kaffið er alveg ógeðslega gott. Það er mjög gott. Þessi pumpa er búin að vera í svona 25 ár og skilur alltaf af sér jafn góðu kaffi. Svo er náttúrulega bara að þetta fá sér keks líka og hérna, já, sem segir, rúnstykki. Þetta er mjög heimilislegt hérna. Þetta er svolítið eins og að koma til ömmu, sko. Þú veist, það kemur oft bara einhver hérna og vaskar upp. Það er ekkert endilega starfsfólk. Og ég vaska upp sjálfur þá? Já, þú voru að vaska þinn bollu upp, sko. Já. Já, vilt fá að koma aftur. Nei, þetta er bara með. Ekki þurfti ég að vaska upp á Hlíðarenda. Þeir eru hérna konur með ákveðna 2 gripi í hönd sem þið eru ákveðlega stoltir af. Daniel, hvað er þú með þið? Ég er hérna með fallegasta bikar Íslands, fallega dældur og svona. Þetta eru meistarana. Bjarki, kynna þín til leiks? Já, þetta er svona, sko, það má segja margt Digranesið en það hefur ekkert annað hús á landinu þennan bikar í sínum hillum, þannig að við erum gríðarlega stoltir af þessum. Það er ekki vera. Nei. Bara fá að halda á honum bara. Takka með. Ég ætla að skila mínum. Erum við ekki að kíkja í klefann? Jó, kíkjum í klefann. Hérna erum við með skjávarpa, sko. Skjávarpinni hér. Já. Síðan erum við oft með kaffi á borðinu þarna. Síðan límur hann svona svarta ruslapóka hérna yfir ljósið. Og síðan bara raða maður sér niður og ráða hvort þið fylgjast með eða ekki, sko. En það verður ekki annað sagt en þetta sé frekar heimilislegt. Þetta er mjög heimilislegt. Sérstaklega að fá svona kaffi. Við komum alltaf á sunnudögum með vídeófundi, sko. Fáum alltaf kaffi og einstöku sinnum keks og eitthvað svona bakar sig. Danni er oft ryðgar en margur annar á sunnudögum, sko. Já, Og gæti verið heitt inn á löngum fundu, jáfnvel? Já, það verður oft mjög þreytt, sko. En þetta er sekt fyrir menn sem geispa, sko, þannig að menn þurfa að halda sér á tánum. Hver er sektarstjóri? Það er ég. Hver er sektahæstur í vetur? Sektahæstur mun vera... Stjórnin. Stjórnin er sennilega sektahæst. En látum ekki fleiri orð en það. En ég held að Garðar Svansson sé, hann hefur svona verið duglegur. Sankaði sér? Já. Og hann já, hefur verið að vinna í að styrkja sjóðinn. Hann er mitt, er mikill stuðningsmaður sjóðsins, þess vegna. Og hann rennur í gott málefni, ekki satt? Jó, mjög gott málefni. Við erum að safna inn einhverju. Kíkjum í klefann ykkar? Já. Já, við erum komin inn í klefa og þar eru ein og ein myndin sem prýðir vegginn og kannski fáum ykkur til að lóðs okkur í gegnum svona kannski það merkilegasta. Við byrjuðum hérna á myndinum á ofninum. Já, þetta er hann Kristinn og eða Sir Kitty Coates eins og hann er búinn að láta alla kalla sig í klefanum, sko, og hann verður að kalla það og hérna taka menn oft, sko, bænina fyrir leik, sko. Taka hérna bara, veistu, Sir Kitty. Og hann er algjör góðsögnin í klefanum og voru búin að tapa einhverju 4 leikjum í röðum daginn og þá tók hann bara Mourinho á þetta, bannaði allavega að tala við sig og svona. En hann er kóngurinn hér, sko. Síðan erum við með Bjössahotnið, sko. Hann er hér, sko. Valdi Djúric, kóngurinn, hann við hliðina á honum. Síðan er Bjarki Gunn og ég veit ekki hvað myndin hans er. Og það er svolítið verið að rífa niður myndirnar okkar. Og Skemmtilega myndir hérna hjá Leo. Já, síðan, sko, Leo sá Garðar. Þetta er eiginlega svona skemmtilegasta. Svo er Andri Helgar í horni og myndin mitt uppi, efst uppi hægra megin, með mjög skemmtilega á honum Garðari. En já, ég veit ekki alveg hvað þetta þýðir en þetta er einhver stelpa þarna. Já, og... Svo erum við sektarreglunar.
Er þetta eitthvað svona versló, vettfangsferðardæmi sem kom í gær eða megum við mynda þetta? Já, ég myndi þetta. Bara ekki sína hvað stendur hann. Og svo er Kitty með sér vegg líka? Já, hann fekk aðra með, eins og segja, kóngurinn í klefanum, sko. Sir Kitty Coach. Hvað eru nýju viðtalsorðið? Herru, þau hafa ekki skilað sér. En það er margt annað sem hefur ekki skilað sér. Það er svona verið erfitt að halda út í sektasjón. Síðan erum við með henni Arnór og Alla Bæk. Leifur Jó, hann myndi að farin. Hann farin í drót. Síðan er Danni, varstu búinn að zooma inn á Danna? Nei, kíkja á Danna. Rosa fallaði myndir af mér. Já. Hákaðingur númer 1. Það verður gjarnan sagt Daniel en þú sért kynþakkafullur. Já, það vita nú allir sem hafa hort einhvern tímann á mig. Og þetta er einstaklega kynþakkafulla myndir líka. Svo fékk Drebinski eiginlega bestu myndin af sig, sko. Já. Hann sá sem kom með þessa mynd að sekta þér, því að þessi mynd er lof góð til að vera hann uppi, sko. Já, þetta áttur semst að vera svona frekar slæmari myndir. Já. En þetta er eiginlega bara svona sleikimynd. Já, þetta er sleikimynd, sko. Og hérna, já, síðan er styrkturklefin hérna. Eru þið með heita pott eins og valsmennir í styrtunni? Það er í næsta klefa. Já. Hérna taka menn að stresspissi fyrir leik, sko. Sikkur megin? Já, þetta ber þess merki hérna, holröðsinn, sko. Hérna taka menn stresspissi og síðan þetta setja tvær sturtur saman, þetta er, þú veist, krafturinn er mjög góður í þessu. Þetta er svolítið svona eins og að vera í gasklefa í Auschwitz eða það, En það er, ég sé strax hérna sem mikill áhugamaður sturtu að það er ekkert að stilla hitastigið sjálfur. Það er passaði, krafturinn er svo mikill, sko. En það er hægt að stilla, ég held þessi það. Það er frammi. Það er allavega hægt. Já, það er gott að vita. Og hérna eru menntaknir í vígslu. Að halda þessir í... Já, síðan ætla ekki að segja hvað ég gert við þá, en þeir standa hér. Ok. Þetta er vandur að segja frá svona. Hverju var einhverju nýir núna í haust? Já, Tryggvi eða ekki? Tryggvi og Kristján. Tveir nýjir. Það er bara gaman. Þetta er alveg rosalega gefandi verkefni. Kíkja í lyftingarsalinn? Já, kíkjum á það. Annað heimilega að stanna. Þetta er henni kalla Bjössahóni hérna í Rauðskóls. Og þá ætti að vita til Björn Inga Friðþjófsson, markmanns, ekki Já, rétt? jú, hann ángríns að þá er sem sagt prógram sem er hann upp á vegg, hann fylgir því aldrei. Hann fer annarkvort í backpressjónu með handlóðum eða tekur þessa æfingu hérna. Og hann er í henni allan lyftingar. Hann hefur aldrei lyft á fætur á sínum fætur. Já, og menn hafa náttúrulega talað um að markmenn þurfa aðalega að lyfta á bæsepp og brjóstið það ekki? Jú, það er svona lykillinn að góða markmanni. Hann er samt vaxinn eins og biðskylda, sko. Hann er svo breiður ofan, mjög granna leggi. En þegar maður sést á þessum sal að þetta er sko, þetta er ekki eins og í valsheimilinu, þar sem þú sést bara eitthvað tæki og það lyftir fyrir þig. Hérna þurfa menn virkilega að lyfta lóðunum upp og setja eftir niður, sko. Hérna, já, þetta er svona, það eru tilfinningar, ég finn það strax, það eru tilfinningar í þessum sal. Já, ég hugsa að bara, hann Hafþór Júlíus, hann væri stoltur að koma hingað inn, að sjá þetta hérna. Þetta er bara járn, skilur, það er ekkert, þú veist, var oft með sigg á hendinni marga daga eftir á, sko, þú veist, það þarf að gera eitthvað hérna, sko. Og þetta er bara, já, eins og alvöru salur, sko. Henta það ekki illa þannig að vera með sigg á höndunum? Það er ekki alveg nógu gott, en ég er bara búinn að venjast þessu. Ég er náttúrulega mjög duglegur að lyfta og oft kallaði lyftingakóngurinn í HK. Myndirðu segja mest hérna inni á öllu leikmönnum HK? Ég geri mest, og Bjarki líka, hann er mjög duglegur. Við erum alltaf að klína saman. Við klínum saman fyrir æfingar svo við hlaupum svolítið hratt í úrslitakeppninni. Þannig að eins og bara þekkist, ef þú spyr alla sem hafa æft með mér, þá er ég mjög duglegur að lyfta. Það sést. Ég er næstum því með sixpack. Býtu, og lyftingarsalurinn er á 2 hæðum, ekki sett? Jó. Hvað erum við með á neðri hæðinni? Þar erum við með bara svona speiklasal. Já, það getur með að fara niður og pósa. Er þetta sjónvarp í gang? Nei, það er bara með myndavél. Já, er það ekki sjónvarp? Nei, það er með Já, hérna er sem sagt svona aukasalur, sko. Þannig að komum við oft inn og peppum okkur upp fyrir leikinn. Sveipum síðan hérna inn.
Hér er gerast hlutinni, sko. bullandi leikfimikensla. Hákáinga til, sko. Nú verð ég að spyrja út í lit hérna á gólfinu. Misfórst eitthvað þegar var sagt, herri, já, ég ætla að fá rauðan og hvítan. Já, það er svo sett. Nei, þetta er bara, mér finnst þetta, það var hérna rautt og hvítt, sko. Það var eins og að æfa á steypu þegar það var. Þetta er aðeins skárra. Og þó að litirnir séu kannski ekki eins fallegir, þá, já, er þetta... Háa litirnir, þannig að það var káamaður sem kom inn og ákvað að gera völlin svolítið fallegan. Og þið eru með eitthvað heiðurstúku, eða ekki, hérna uppi? Jú, þarna fáðu þið að vera, sko. Já. Fáðu þið að vera. Og kíkja hann. Kíkjum þangað. Við erum að fara aftur yngar tilbaka. Það þurfa að fyrir tilbaka í gennum. Æðislegt. Já, krakka, farið frá það sjónvarpinu. Við skulum að við getum ekki sagt annað en að Digranesið sé að hríðfallaði í Stjörnugjöf vegna árása sem blaðamenn urðu fyrir í. Komið þið sæl og blessuð. Við erum komin inn í félagsaðstöðu Kópavogsbúi sem haldum að Hákon Digri. Og þar býðu okkar drengirnir tveir, Daniel og Bjarki. Skulum kíkja á það, komið með okkur. Og marga hefur kannski rekist í Rokastans, en af hverju situr aldrei neitt svona hér, einhver áhorfandi? Af hverju ekki selt dýrar inn á leikinn með að lega fólki að vera hérna? Það er náttúrulega bara pæling, sko. Þetta er svona box-stemming eins og í ensku boltanum. Skilur þú kaupið þetta í box? Já, það er hugmyndakassin hér í afgjörslu. Þú getur skilið eftir hugmynd þar, sko. Og þetta er ekki dillis hugmynd, sko. Skotelt glerið það ekki? Jú, þetta er skotelt, sko. Það hafa ófáið boltar komið hana. Já, við ætlum að fara að kveðja Digranesið að sinni. Þetta er búið að vera virkilega gaman hingað til og við erum búin að fá að skoða margt og heyra margar skemmtilegar sögur. Ég var búin að lofa því að veita íþróttaheimilunum stjörnur. Valsmenn fengu 4 af 5 mögulegum síðast og HK-menn þeir fá 3,5 stjörnu af 5 mögulegum. Þeir hefðu sennilega getað slagað upp í 4, hefði ekki verið fyrir krakkana sem köstuðu boltum í okkur, sem voru leikfimi, og hefði ekki allar hurðir íþróttahússins verið læstar áður en við fórum inn í þær. En félagsskapurinn var góður og húsið er snyrtilegt og mikið af tilfinningum sem er í Digranesinu og hérna sjálfsögðu er Íslandsbikarinn sjálfur. Hlökkum til að sjá okkur í næstu viku þar sem við munum heimsækja enn eitt íþróttahúsið. Verið þið sæl.